Sjálfboðaliðar Rauða krossins eru ótrúlegir einstaklingar. Þetta 3000 mann sem ákveða að eyða tíma sínum í að hjálpa öðrum. En hvað gera sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum? Margir svar í síman hjá hjálparsíma Rauða krossins 1717 og ráðleggja einstaklingum sem þangað leita, en það eru 70 símtöl á hverjum sólarhring. Mjög vinsælt verkefni er fataverkefnið. Sumir sjálfboðaliðar safna fötum, aðrir flokka þau og svo eru þeir sem vinna við að selja fötin í Rauða krossbúðunum. Og svo má ekki gleyma þeim sem prjóna föt sem framlag. Sumir sjálfboðaliðar eru félagsvinir, en þeir liðsinna meðal annars innflytjendum að aðlagast íslensku samfélagi, atvinnuleitendum og börnum með geðraskanir. Þetta er mjög persónulegt verkefni sem hjálpa mörgum einstaklingum. Rauði krossinn rekur nokkur athvörf fyrir fólk með geðraskanir og þar eru sjálfboðaliðar mikilvægur þáttur í starfseminni. Svo eru það heimsóknarvinirnir, en þeir heimsækja fólk sem til dæmis býr við félagslega einangrun, þarf á aðstoð að halda eða hreinlega er bara einmana. Það er gaman að segja frá því að það eru fjölmargir hundar sem eru heimsóknarvinir. Frú Ragnheiður er gamall uppgerður sjúkrabíll, en þar útdeila sjálfboðaliðar hreinum sprautunálum til þeirra sem þurfa og aðstoða með minniháttar sár og veikindi. Tombólubörn eru líka sjálfboðaliðar. Þau standa fyrir fjáröflun og rennur það fé til að styrkja önnur börn. Og svo má ekki gleyma öllum sjálfboðaliðunum sem taka þátt í göngum til góðs landsöfnuninni. Að lokum verðum við að minnast á þau fjölmörgu verkefni sem tengjast neyðarvörnum. Hvort sem það er þörf á skyndihjálp, setja upp fjöldahjálparstöð, aðstoða vegna húsbruna eða veita aðstandendum sálrænan stuðning. Já, sjálfboðaliðar Rauða krossins eru sannkallaðar hetjur sem vinna óeigingjarnt hjálparstarf í þágu samfélagsins. Langar þig að vera með? Hafðu samband og þú finnur verkefni sem hentar þér.